He belongs to me. The boy is mine. Sportáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi, klukkan orðin 8:10 og það er 7. júlí fyrir þá sem er að hlusta á þetta hér eftir á. En við erum komið hérna góða gesti í settið. Það er, höfðinginn Krasshard, eða ekki sjálfur, heldur öku maðurinn, það er Valdimar Sveinsson, eða ekki rétt hjá mér? Jú, það er mikið rétt. Já, og svo er hún hérna formaður Torfæruklúbb Suðurlands, ertu ekki formaður þess en þó? Jú, það er rétt. Og varst allan á síðastu komst inn í Bjall? Já. Og það er Torfæra næstu helgi, þriðja umferðinni það ekki, satt? Fjórða, maður er alveg dottir út úr þessu, hvernig er þetta? Fjórða keppnin og þið eru að fara að halda þetta á Blönduósi núna? Jú, við ætlum að pröfa það svæði, það er búið að vera í pásu í smá stund og við ætlum að pröfa að fara þangað aftur. Já, og hvenær var síðast haldið þarna á Blönduósi? Ég með minni að það væri 2011 eða 12. Já, og eru ykkur keppendur sem að taka þátt núna sem að tóku þátt 2011? Já, þeir voru í götubílaflokknum þá. Já. Þannig að þeir eru búin að fara yfir í sérubúna núna, en flestir keppendur eru nýir þessu svæði. Þannig að þetta er svona, verður spennandi að fylgjast með. Veistu hvað eru margir konir skráðir keppendur? 18. 18? Já. Þannig að það er kannski ykkur nýir að taka þátt eða? Já, það er sem sagt í sérubúnu götubílum, það er Henning Ólafsson sem hefur verið að kera í rally. Já. Hann er á Púmbalungnum. Púmbalungnum, já. Skemmtilegt nafn, það er nú ekki eins skemmtilegt nafn og náttúrulega bíllinn þinn heiti Valdimar, þinn heiti Krasshard eða ekki? Jú, það er náttúrulega númer 1. Já, og hvernig hefur ykkur samið þessa leiktíð, eins og maður kallar það? Það er ágætlega, sumarið byrjaði kannski ekki vel að brættur mótor áður en náðum að starta í fyrstu braut síðast sem átti nú að vera nýr mótor en síðan þá hefur okkur gengið ágætlega, við náðum öðru sæti eftir það og svo Egilsstaðan gekk okkur ekki alveg nógu vel, við vorum í öðru sæti að sprakkja okkur framdekk, kveldsprakk sem ég nú aldrei bara heyrt áður. Já, þannig að það er ekki búið að vera svona sérstakt karma yfir eða allan eða tveim að fjóru keppnir. Ekki núna, það lítur að koma núna. Já, Blönduós hefur keppt þar áður? Æ, aldrei keppt, ég hef hort á keppni þar. Þú hefur hort á keppni þar, og hvernig var þín upplifun sem áhorfandi þá? Já, bara vígalegt. Já. Sem er eitt Krasshard bíllinn, hvernig kom það til að þið skýrðu þetta? Já, við prófum hana, við keiftum hann og ætluðum ekki að taka þátt, svo prófum við eina keppni og veltum svolítið illa og strákarnir fóru að kalla þetta Krasshard og svo festist það bara við hann. Já. Og það er ágætist teimið, það ekki alltaf í kringu þið þarna? Jú, ég er með mjög öfluga strákar, búin að fylgja mér í alveg fleiri ár í rally sem við byrjum á áður við byrjum á Torfæru og þeir verðast ekki fara neitt saman hvað þið fá lítið að borða og lítið að sofa. Já, það er nú ekki trú nú alla þeir sofi mikið í kringum þetta því að allar það sem að heyrt að þá eru sumir sem sofa allar neitt í kringum þessa keppni því þetta er alveg lýgilegt hvað þarf að mikið viðhald í kringum þetta. Það er komið fyrir að við ætlum að kannski að prófa einu sinni bílinn fyrir kvöldi fyrir keppni og það bílar allt sem bílar getur þannig að það er ekkert sofið kannski í sólarhring. Já, þannig að það er líf og fjör í þessum brasa. Já, það má kalla það. Já. Helga, nú er enn keppni sem að Torfæruklubburinn heldur ertu með einhverju tölu hvað eru búin að halda marga keppni núna? Þú ert alveg allt í öllu núna? Við höfum verið að halda núna síðan ég tók við á meðal svona 2-3 keppnir á ári. Við byrjuðum á Hellu við Flugburgrannsveitinni og svo erum við að taka núna að fara á Blönduós og þeir verða með okkur þar Hellumenn og svo ætlum við að næsta ári að taka 2 dagkeppni með Hellumönnum í byrjun maí. Og þetta hefur alltaf verið jafn fyrirlegt og Blönduósi, ertu búin að skoða almennilega aðstæður hérna? Já, við erum búin að skoða aðstæðunar og þetta lítur vel út. Þetta er svona smá ferðalag? Já, þetta er svolítið ferðalag fyrir keppendur og við ætlum að pröfa nýtt núna þetta árið að vera með 2 tímabrautir. Og keppendur ætla að byrja á tímabraut og þeir ætla að enda aftur á tímabraut. Já, þannig að þú ætlar að rústa bílunum. Ég ætla að rústa bílunum, það er langt í næstu keppni þannig að þeir mega finna fyrir hérna. Já, þannig að þú ætlar ekkert að gefa Valdimarinn eitt frí til dæmis við Krasshard. Nei, þeir hafa gott service-tím þannig að þeir eru snöggir að laga bílunum. Ég er í frí, strákan í lagan. Já, strákan í lagan og þú ferð bara í frí. Já, það er aldrei teimi sem þú ert með.
Ég þarf að keyra. Já, þú þarfst að keyra, já, það er náttúrulega mesta álagið á bílstjórnum. Mesta álagið mér. Já, það er öll pressan og sviðsljósið. Já. En svo spyrir þið Valdimar, hvað ertu búin að lengi í þessari torfæru áður en þú fórst í það varst í rally náttúrulega? Já, ég keppti hana mörg ári í rally og fyrsta árið mitt var í fyrra. Já. Gekk bara vonum framar og svo annað ári núna. Já. Og já, er þetta jafn mikið Adrian fík að vera í rally og torfæru? Þetta er bara allt öðru sér, þetta er svona eins og líka við vélsla og motocrossjóli, sko. Þetta er bara annað heimur. Nákvæmlega. En svona stemningin í kringu torfæruna, það er náttúrulega svolítið aðeins meira action eða ekki í því, eða er þetta alveg jafn mikið? Þetta er kannski alveg svipað mikið en mann krassar rallybílum og torfærbílum, en munurinn á að vera á rallybíl og torfærbíl, það er sleggja kúpin og jákall í torfærbílum. Já. Það er minni verkar og bara 9 varahlutir í rallybílum. Já, það er svona aðeins erfiðar að hafa upp á svona varahlutinni í krass. Já, bara skiptum varahluti í rallybíl en torfærbíl er bara sleggja kúpin og söðuvel. Já, það er náttúrulega góð lýsing á því. Nákvæmlega, við ætlum að halda áfram að spjalla ykkur hér eftir smá stund. Við ætlum að skjóta inn hérna örstuttum auglýsingum og við vorum spori, farið ekki langt. Keppnin haldinn og já, hvernig svona leggst þessi keppni í ykkur, Helga? Bara mjög vel. Já. Það er mikið spenningur og tilhlökkun. Það verður fjör. Já. Hvenær mælirðu með að fólk mæti þarna? Því að þetta er nú mikið fjölskyldusport að fara með fjölskylduna. Já, þessi keppni hefur og þegar þessi keppni hefur verið þá eru keppnir oftast að koma með fjölskyldan á tjaldsvæðið á Blönduósi og vera yfir helgina. Þannig að ég veit að flestir eru að koma á 50 dag eða föstudag. Já. En já, þetta er náttúrulega fyrir hvað aldur sem er. Ég fór hérna í fyrra og með strákinn minn sem er 5 ára, hann talar ennþá daginn í dag. Hvernig er næsta torfara? Jú, þetta er fjölskyldusport. Já. Og flestir keppinirnir eru með fjölskyldan sinnar í þessu. Og það er líka með áhorfendur og krakkarnir eru mjög spenntir fyrir þessum bílum. Já. Og þeir eru að fá plaggött og hitta spætumann og krassart og fara í bílana hjá þeim. Já, það er virkilega gaman að sjá hvað keppendur taka mikið þátt í því að svona leyfa krökkunum að skoða og svona. Já, það hefur verið aukast núna að keppendur séu meira virkir. Já, nákvæmlega. Þannig að það er nú mikið press á þér, Valdimar, að svona sína krökkum krassart. En það er kannski við gera kallinu að sjá það. Nei, ég sé það. Já, þú sér það. Hann stendur sér mjög vel í því. Ég tek allt sviðsljósið. Já, þú tekur sviðsljósið, já. Ákan svo skítir eftir daginn. Það er allir krakkar velkonir alltaf í krassart og í bílinn og taka myndir og prófa og allir fara heim með plakat. Já. Og hver er svona, flottasti bílinn hérna á þínum mati fyrir utan krassart? Hann er vígalegur hjá Snorra og svo við spætum hann alltaf flottur. Já, nákvæmlega. En hver er þinn skemmtilegasti andstæðingur? Skemmtilegasti? Já, hver er svona þarft að vinna? Það er Snorri sem er svona helstur en ég byrja nú alltaf daginn að taka hann Elmar á heimasætinu og skjóta hann alveg niður í brautaskoðun og til mikið hamingju hjá aðal liðstjórun hans að hann hlæðir sér máttlausan hann alltaf með okkur í brautaskoðun. Já. Það er svona dagarnu fyrir í það, byrjun á hann. Hann greiði hann Elmar að hann fær ekki frið fyrir þér þegar þú mætir á sveiði. Það er fjör hjá þeim. Já. Allir vinir alltaf. Já. En hann, ég tók hérna fyrst umferðina á Hellu. Jú, það er rétt. Og lét heldur betur vel finna fyrir sér. Já. Þú varst ekki með í því þá? Þú kannski espaðan upp til sigurs? Já, það var mér að þakka. Já, þér að þakka. Já, þetta. Það stóð sér hrikalega. Já. Nákvæmlega. En núna keppni næstu helgi, hefur eitthvað heyrt, eru ekki allir bara með bíluna sín í standi núna? Fyrir síðustu keppni á Egilsstöðum? Það var nú mikið tekið á öllum bílunum síndist mér hann á Egilsstöðum, margar veltur og ef þið farið á krassart síðan og sjáðu vídeóið frá Braga eða þáttinn frá Braga þá sést alveg fleiri veltur og allir menn kláraðu ekki nóttina fyrir, það margir í því. Já. En hvað er svona þín uppáhalds keppnisgrein? Er það tímaþrautin eða er það að fara upp og stökkva þarna erfiðustu stökkin eða hvað er svona skemmtilega snýstur? Ég hef alltaf verið ágætlega fljótur í tímabrautunum. Já. Hann heldur hann sé að keyra rallybíl þegar hann er í tímabrautinni í torfari. Já, þú meina það. Já, þú hefur alveg tekið eftir því. Já, ég hef tekið eftir því. Það er gaman. Já, þannig að þú ert náttúrulega með reynslun í því. Það hefur kannski hraðan. Já, þú hefur hraðan, nákvæmlega.
En fyrir þá sem ætla í torfæruna eða sem þetta mæta þarna næstu helgi, þau þurfa að mæta eða ekki svolítið tímalega því að það myndast alltaf svolítið rauð á þetta. Jú, það keppnin byrjar 1 og bílarnir raða sér upp svona korter í, 10 mínútur í. Þá fyrir við að stað, þannig að það gott að vera tímalega á ná stæði og þannig að það svona 12, hálf 1. Já, það mjög gott að mæta. En þú varst nú með líka áðan munurinn á því að vera rally og torfæru. Ég bara, mér finnst þetta góða líking hjá þér. Já, þetta eina sem ég datt í huga allan. Man hefur verið að horfa heilt yfir þetta. En hvort finnst viðgerðarmönnum skemmtilegra að gera við rallybílinn eða torfæru? Torfæran kannski meira svona alltaf á sama stað og allir saman. Rally þannig að það eru tveir servicebílar í sikkur staðnum og þeir bíða kannski svolítið mikið eftir bílum. Já. Þá kemur maður með allt í rusli og drasli, þannig að þeir þurfa að laga hann á kannski 5-20 mínútum. Fá kannski klukkutíma til að laga hann eftir harða veltu. Já. Þannig að þeim finnst það alltaf gaman held ég þegar action í gangi og verkarinn hljúa hingað og þangað, slegginar og draslið. Já. En ég verð nú að spyrja þið sem keppandi að í torfærinu, hver var svona uppáhalds torfærukappið þinn í den? Sko það var, ég verð ekki að segja Gísli G. Já. Það var eiginlega minn uppáhalds sko. Á kókumjólkbílum? Já, það var svona minn kall og Asti Drögg svona seinna mér. Held ég kunni alla þættina utan á og svo segi ég nú alltaf setningur sem hann segði. Það var ekki að, hann sagði einu sinni þegar Halli P. vannan, þá sagði hann, það var ekki að þegar Halli var svona góður, það var því ég var svona lélugur. Þannig að mann horfði á þetta alla þriðjudag klukkan 8 alveg húgt. Já, og svolítið gaman að þeir voru að skjóta hvern annan. Það sjálfsög, það fylgir allir vinnir. En í rallyinu, þau áttur eitthvað svona sérstaka fyrirmynd í því? Já, það var Rúnar Jónsson. Já, veit það. Hann hefur verið svona bara þinn kappi? Já, ég var mikið Subaru-maður á þessum tíma og hann var á Subaru og var fljótastur. Ekki allir á Subaru í dag? Nei. Ég skipti á Subaru, ég fekk nóg á Subaru, fór yfir á Evo og er á Evo í dag. Já, nákvæmlega. En flest allir á Subaru? Það eru nokkrir. Það er bara svona skiptist niður. En Helga, þið ætlaði að bjóða þarna upp á núna 2 tímaþrautir, einn í byrjun og einn í lokin. Jú, við ætlum að pröfa það. Eigum við vonað okkur skemmtilegu veltum og fjörið þarna? Í tímabrautinni? Já, hún verður löng og það er mikill hraði í henni og þannig að þetta verður mjög... Vita keppendur eitthvað hvað þeir eru að fara út í þarna hjá okkur? Nei, þeir vita ekki neitt. Nei, þannig að þetta verður svona alveg óvænt, þeir bara mæta á keppnisstaðinn og rétt sjá þarna. Já, við leggjum brautirnar mjög löglega á 5. deginum og við ætlum að reyna að setja myndirnar á 50. og 1. daginn inn á netið og lega keppnur svolítið að sjá fyrr. Við gerðum það í fyrra og það hefnaðist bara mjög vel. Þannig. Fáið þið aldrei svona, ég meina nú þetta miklu keppnismenn og fáið þið aldrei, koma þér ekki alltaf og bölvi ykkur alveg hægri vinstri? Sumir. Sumir eru rosalega, mætti segja gungur en jú, þeir segja sína skoðun en þeir fara þetta oftast. Já. Það er mjög sjaldast að við þurfum að breyta brautu eða laga hana til. Þannig að þú hlustar ekkert að væli í honum Valdimari þegar hann mætir á sveið? Nei. Nákvæmlega. Ef þeir væla þá geta þær alveg verið heima. Já. Þeir vita hvað þeir eru að fara út í. Þeir leggja brautina, þeir vita að þeir þurfa ekki að kera það sjálf. Já, nákvæmlega. Það er bara að láta að vaða. Þarf ekki keppendur eitthvað tíma að smíða eitt svona bara handa keppnisstjórun og láta þá að fara í gegnum þetta, sjá hvernig þeim gengur? Sem ég færi nú ekki eins og stað. Nei, já, nákvæmlega. Þeir bara horfa á hana. Já, nákvæmlega. En eitthvað að lokun sem við erum að gleyma? Við ætlum að gefa miða. Já, alveg rétt. Ég ætla að fáum þetta að gefa miða seinna í kvöld eða það er í lagi og einni ætlum að gefa á Suðurland FM á morgun. Það er ekki nota dagjöru og segja ætlum að læka síðan okkar Krassart á Facebook. Krassart. Og það verður náttúrulega allir að ná sér í plakatjáður eða ekki? Það verður nóg að þeim. Það er búin að vera nokkuð þúsund og það er búið að brenta alveg helling fyrir Blöndós. Já, og ert þú með harðan stuðningsmannaklúbb þarna? Það virðist vera. Ég á nokkra gutta þannig sem að koma alltaf að spjalla við mig, nokkuð margir og þeir eru mínu menn. Svo bara að gera að þeir sem hafa áhuga torfærinu að kíkja inn á Facebook síðuna torfæruáhugamenn. Þar eru allar upplýsingar keppnir og hvað keppendur eru að gera og fleira.
og svo náttúrulega að gera að kíkja bara á YouTube og fleira til að það verið að sína þarna úr keppnum alveg þvílík veisla sko. Þannig að að gera að sjá þetta live næstkomandi helgi á laugardaginn, hefst þetta ekki þá? Laugardaginn klukkan 1 og Valdimar verður sennilega að skoða á föstudagskvöldinu korti hvernig þetta virkar fyrir sig. Hann kíkir grifinnar á 15. skvöldi. Já, nákvæmlega. Það verður ekkert þessu. Nei, það verður ekkert þessu, nákvæmlega. En Helga og Valdimar, þakka kærlega fyrir að komuna og við minnum alla að kíkja á Krassart, víst að hann hérna í þættinu núna. Takk fyrir. Bestu þakkir. Já, og farið ekki langt hlustu góður, við ætlum að halda áfram í sportinu. Það held ég NBA umræða sem hefst hérna núna á næstunni. Það hérna NBA spjallið. Það mikið að gerast í því og svo eru miklu fleiri íþróttir í gangi.